Góðan daginn, ég set hér 34. fund bæjarstjórnar, haldinn í bæjarstjórnarsal, 5. 27. mars 2025 og hefst hann klukkan 17:05. Fundi sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Þröstur Auðunsson, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, bæjarstjórinn okkar Jakob Björgvin Jakobsson, fundinn ritar Gyða Steinsdóttir, skrifstofa og fjármálastjóri og útsendingu stjórnar Jón Sindri Emilsson. Mig langar að byrja á því að bera upp tillögu að eftirfarandi mál, númer 2205-039, kjör nefnda í samræmi við samþykktum stjórn sveitarfélagsins, verði tekið inn á dagskrá fundarins með afbrigðum. Hver eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða og málið verður sett inn númer 16 á dagskrá fundarins. Þá hefjum við dagskrá og fyrsti liður er lögð fram 19. fundargerð skóla- og fræðslunefndar. Orðið laust undir þeim lið. Engin kveðis ljós. Þá förum við í næsta. Skipulagsnefnd lögð fram 28. fundargerð skipulagsnefndar og orðið er laust. Engin kveðis ljós. Þá er það þriðja mál, bæjarráð, lögð fram 31. fundargerð bæjarráðs og orðið er laust undir þeim lið. Engin kveðis ljós. Fundargerð Samband íslenskra sveitarfélaga, lögð fram fundargerð 972. fundar stjórnar sambandsins frá 11. mars 2025 og orðið er laust. Enginn tekur til máls þar. Þá er það 5. liður, fundargerð Breiðafjarðarnefndar, lögð fram fundargerð 229. fundar Breiðafjarðarnefndar og orðið er laust undir þeim lið. Engin kveðis ljós. Það er 7. mál, samúðarkveðju til Örubrú, lögð fram samúðarkveðja sem bæjarstjóri sendi fyrir hönd bæjarstjórnar til Örubrú sem er vinabær sveitarfélagsins í kjölfari voðaverkana sem áttu sér stað í byrjun febrúar ásamt þakkabréfi frá Örubrú og orðið laust undir þessum lið. Engin kveðis ljós. 7. mál, fyrirspurn samstarf, lögð fram fyrirspurn samstarf frá samtökum Landsbyggðin Lifi og orðið laust. Engin kveðis ljós. Það var 8. liður, gjaldskrá salerni, lögð fram tillaga gjaldskrá fyrir salerni á Hafnarsvæði. Bæjarráð samþykkti á 30. fundi sínum gjaldskrá fyrir salerni á Hafnarsvæði og vísaði málum til samþykktar í bæjarstjórn og orðið laust undir þessum lið. Bæjarstjórn samþykkir nýja gjaldskrá fyrir salerni á Hafnarsvæði. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. 9. mál, skipulagsbreytingar. Skipurit sveitarfélagsins var tekið til umræðu á 31. fundi bæjarráðs og lögð fram tillaga bæjarstjóra að breytingum á skipuriti. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum tillögu bæjarstjóra og orðið er laust undir þessu lið. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta mál kom til umræðu í bæjarráði og sneri kannski fyrst og fremst þá verklýsingu sem er fyrir það starf sem verið að fara að ráða í núna, sem þá verkstjóri í Áhaldahúsi. Þegar maður skoðar gögnin betur þá gert ráð fyrir verkefnastjóra í þjónustudeild eða þjónustuteymi eða eitthvað svoleiðis er að kalla. Lýsingarnar á þessum tveimur störfum skarast ansi mikið og það er ekki alveg klippt og skorið hver á að sjá hvað og annað því líkt. Við erum náttúrulega að samþykkja hérna núna ansi marga breytingar, starfslýsingar fyrir 2 störf og breytingu á skipuriti bæjarins. Það er eitt sem við söknum svolítið úr skipuritinu að það er til dæmis eins og er í flestum öðrum sveitarfélögum að
þá eitthvað sem heitir bæjarstjórn sem efsta lagið, bæjarráð, bæjarstjóri og svo sviðstjórar undir því eða yfirmenn ákveðna flokka, hvergi minnst á bæjarstjórn eða bæjarráð í okkar skipuriti. Þannig að það verður nú kannski ágætt að kippa því í liðin, en öðru leyti gerum við svo sem ekki athugasemdir við verklýsinguna fyrir þetta jobb sem við verðum að fara að ráða í, en ég held að væri ágætt eftir að við búin að rýna skipurit annarra sveitafélaga að við myndum taka heildar endurskoðun á skipuriti bæjarins. Takk. Takk fyrir þetta og við erum enn þá undir lið 9. Jakob, gjörðu svo vel. Já, forseti, það náttúrulega, við höfum náttúrulega unnið slíkt skjal eða slíkt skipurit og yfirlit og það vísaði bara til skjal sem lá undir þá skipulagsbreytingum 2023. Þar var svona nokkra útgáfur af skipuritinu og sviðsmyndir af því hvernig skipuritið í dag og var eftir þær skipulagsbreytingar, en það allt í lagi að rýna það líka og koma því á framfæri eða gera breytingar eftir atvikum. En ég legg til í rauninni eins og liggur fyrir þessi fundi hér að bæjarstjórn samþykki tillöguna og feli bæjarstjórn fullnaðar umboð til frágangs á fyrirgefnum starfslýsingum og reynir þá hnykkja á þessum agnúi sem þar eru og öðru því sem tengist umræddu breytingum. Jafnvel það þá tilkynna starfsfólki og annað í þeim dúr. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið ennþá laust undir lið 9. Ekki fleiri sem kveðið sér hljóðs. Þá að bæjarstjórn samþykki tillöguna og felur bæjarstjóra fullnaðar umboð til frágangs og fyrirliggjandi starfslýsingum og öðru því sem tengist umræddum breytingum. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. 10. liður. Samþykkt fyrir byggðasamlag rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Lögð fram ný samþykkt fyrir byggðasamlag rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Bæjarstjórn vísaði á 32. fundi sínum samþykktinni til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þá vísaði bæjarráð samþykktinni á 31. fundi sínum einnig til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og orðið laust undir þessu lið. Bæjarstjórn samþykki nýja samþykkt fyrir byggðasamlag rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. 11. liður. Nýrækt deiliskipulagsbreyting. Lögð fram tillaga óverulegri breytingu á deiliskipulagi nýræktar. Skipulagsfulltrúi leggur fram óverulega breytingu þar sem byggingarreitur og skógræktarlóð færður til og bílastæði til samræmis vegna byggingar á lóðinni. Á 24. fundi skipulagsnefndar 17. september 2024 var veitt heimild til að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulagi nýræktar 2015 vegna fyrirhugaðra breytingar allt að 120 fermetra þjónustuhús á skógræktarlóð. Bæjarráð samþykkti afgreiðslu skipulagsnefndar á 25. fundi sínum 2. september 2024. Skipulagsnefnd samþykkti á 28. fundi sínum óverulega breytingu á deiliskipulagi nýræktar og í ljósi þess að framlögð tillaga að breytingu deiliskipulags samvinnuverkefni sveitarfélagsins og skógræktarfélags Stykkishólms til nefndin ekki þörf á að grenndarkynna tillöguna enda taldi nefndin að henni fylgi ekki skerðing eða röskun á grenndarhagsmunum annarra. Með vísan til þessa samþykkti skipulagsnefnd framlagða deiliskipulagsbreytingu og lagði til að bæjarstjórn að hún verði samþykkt og að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og verði send Skipulagsstofnun til varðveislu í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar á 31. fundi sínum og orðið laust undir þessum lið. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hverjir eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður. Breyting á deiliskipulagi Þinghúsahöfða.
Lögð fram að nýju tillaga óverulegri breyting á deiliskipulagi Þinghúsahöfða. Tillagan hefur verið grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og var hún kynnt eigendur skólastigs 8 og 10. Eigendur skólastigs 10 gerðu ekki athugasemdir við breytinguna en eigendur skólastigs 8 gerðu athugasemd varðandi breytinguna. Skipulagsfulltrúi lagði á 28. fundi skipulagsnefndar fram tillögu að bókun svari vegna athugasemdarinnar. Skipulagsnefnd taldi ekki þörf á að bregðast við framlagðri athugasemd ábendingu við afgreiðslu málsins og samþykkti fyrirliggjandi tillögu að svari sveitarfélagsins. Með vísan til þessa samþykkti skipulagsnefnd framlagða deiliskipulagsbreytingu eins og hún liggur fyrir að lokinni grenndarkynningu og lagði til við bæjarstjórn að hún verði samþykkt og að deiliskipulagi taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda og verði send skipulagsstofnun til varðveislu í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarráð staðfesti á 31. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði málinu jafnframt til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 12. Og engin kveðið þessi ljós. Bæjarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hver eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. 13. liður úttekt á kennslumagni grunnskólans í Stykkishólmi. Á 19. fundi skóla- og fræðslunefndar var lögð fram skýrsla Ásgarðs skólaráðgjafaþjónustu vegna úttektar og úthlutunar á kennslumagni og sérkennslu stuðningi við grunnskólann í Stykkishólmi í samræmi við tillögur og hugmyndir í stefnumörkun og áherslum sveitarfélagsins í fjárhagsáætlun 2025. Farið var yfir skýrslu Ásgarðs skólaráðgjafaþjónustu og rætt var viðmið kennslumagns, stoðþjónustu, aðstoð við kennara og aðstoð við nemendur inn í bekk. Einnig var rætt innra mat skólans og aukina aðkomu Ásgarðs skólaráðgjafar að leikskólanum. Skóla- og fræðslunefnd samþykkti 2 neðan greindar tillögur. Fyrir skóla- og fræðslunefnd samþykkti meðfylgjandi viðmið úthlutun á kennslumagni og úthlutun á grunnkennslumagni fari fram samkvæmt þeim. Úthlutun á kennslumagni til grunnskólans skal byggja á áætlun skólastjóra nemendafjölda frá 1. mars ár hvert. Önnur skóla- og fræðslunefnd samþykkti að stofna starfshóp fyrirkomulag úthlutunar og stoðþjónustu allra barna í sveitarfélaginu. Starfshópnum var ætlað að skila tillögu til skóla- og fræðslunefndar 1. nóvember 2025. Í hópnum verði deildarstjóri stoðþjónustu grunnskólans og sérkennslustjóri leikskólans auk verkefnastjóra frá skólaráðgjafaþjónustunni Ásgarði. Skólastjórnendur skólanna verða til samráðs. Bæjarráð staðfesti á 31. fundi sínum afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 13. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er til umræðu skýrsla Ásbyrgis skólaráðgjafaþjónustu starf grunnskólans og snýst meðal annars kennslumagn eins og forseti kom inn á í innganginum. Hún tekur reyndar einnig á gæði kennslu, innra mati og fleira og við fögnum því að þessi skýrsla hafi verið unnin og hún ætti að geta orðið okkur svona leiðavísir í því að gera okkar ágæta skólastarf enn betra. Hins vegar finnst mér skóla- og fræðslunefnd kannski hafa skautað svona frekar létt fram hjá þessum athugasemdum sem koma fram í skýrslunni varðandi þetta svona faglega starf í skólanum, innra matið og gæði kennslu og eitthvað svoleiðis sem hnykkt aðeins á þarna í þessu og maður hefði svona viljað kannski sjá bókunna kannski snúast meira heldur en eingöngu kennslumagnið og væntanlega þá einhvers konar tillögu að niðurskurði, að fækka jafnvel störfum eða eitthvað slíkt. En allan í þessari skýrslu að þá sér maður ekki svona í fljótu bragði að það sé endilega forgangsmál, hvort það sé ekki ýmislegt sem að þurfum kannski að laga til áður en við förum að skera niður mannskapinn.
En bæjarráð ákvað á síðasta fundi að boða skólastjóra á fund og það verður, held ég, gott fyrir alla að taka þá umræðu þessi atriði sem eru tekin fram þarna í skýrslunni. En að öðru leyti fagna ég bara þessari skýrslu og ég held hún verði gott innlegg í áframhaldandi starf skólans. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Og við erum ennþá undir lið 13 og orðið enn laust. Steina. Fundarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir með Ragnari. Það virkilega gott að vera komið með þessa skýrslu í hendur og ég held að þetta hafi bara verið mjög þörf vinna sem við létum vinna fyrir okkur. Hvað varðar hvernig skólanefndin tekur á þessu, að þá sé ég það þannig fyrir að það var náttúrulega verið að taka á kennslumagnsþættinum af því það er eitthvað sem þarf að afgreiða núna mjög fljótlega. Ég sé það þannig fyrir að þessi skýrsla verði leiðarljós og eftir henni verði farið og örugglega leita leiða til þess að laga það sem bent var á í henni. Þannig að ég held að þarna, eins og Ragnar segir, séum við komið gott efni til þess að gera gott en betra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinunn, og orðið er enn laust. Ekki fleiri sem kveða sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar. Hver eru samþykkið því? Það er samþykkt samhljóða. Húsnæðismál grunnskólas í Stykkishólmi, liður 14. Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins er áhersla lögð á að koma til móts við húsnæðisstöðvar grunnskólans í Stykkishólmi. Bæjarstjórn gerði á 19. fundi skóla- og fræðslunefndar grein fyrir áætlun sveitarfélagsins í þeim efnum. Skóla- og fræðslunefnd fagnaði áætlunum sveitarfélagsins og taldi tímabært að skólinn fái auki rými. Með auknum húsakosti skapast spennandi tækifæri meðal annars til skólaþróunar. Lagður eru fram kaupsamningur og afsal kaup á húseiningum til staðfestingar en sveitarfélagið átti hæsta boð í lausar húseiningar sem Reykjavíkurborg var að selja við Dalskóla í Úlfarsdal. Bæjarráð tók á 31. fundi sínum undir afgreiðslu skóla- og fræðslunefndar og staðfesti fyrirliggjandi kaupsamning og afsal kaup á lausum húseiningum. Fyrirliggjandi staðsetningar þeirra við grunnskóla, við íþróttahús, í skógrækt, við flugstöð og á Stykkishólmshöfn og fól starfsfólki sveitarfélagsins að halda áfram með þann undirbúning sem nauðsynlegur er til þess að tryggja eftir fremsta megni að hægt verði að hefja starfsemi í mannvirkjunum sem tengjast skólastarfi við upphaf næsta skólaárs. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust undir lið 14. Ragnar Már Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er til umræðu þessi húsakostur sem að sveitarfélagið hefur fest kaup á og bæjarfulltrúar í rauninni fengu bara vitneskju eftir að búið var að kaupa þetta. En gott og vel, þetta hefði svo verið ágætis, hefði geta verið ágætiskostur og við fögnum því að það sé verið að mæta þessari húsnæðisþörf sem að skólinn er búinn að vera í fjöldamörg ár og það er búið að benda á þetta, mann ég bara síðast, allan þegar ég byrjaði í pólitíkinni 2014, þá að byrja að ræða þetta. Eins og að gerum við alvarlegar athugasemdir við hvernig ferlið er. Við erum að kaupa húsnæði án þess að vita nákvæmlega hver þörfin er. Það hefur ekki farið fram eitthvað svona almennileg greining á því. Ég er hræddur að þessi kostnaður sem ég nefndi á síðasta bæjarstjórnarfundi að hann muni raungerast og jafnvel enn betur. Ég átti nú leið þarna í Reykjavík fyrir þó nokkru síðan og þá fór ég og skoðaði þessi hús og mér sýnist þau þurfa nú ansi mikið viðhald og tala nú ekki þessar gámeiningar.
ekkit útilokað að það sé ekki hægt að gera þetta ágætis húsnæði en hins vegar held ég að kostnaðurinn verði mikill og svona spurning hvort við hefum átt að fara okkur hægar í þessu, sérstaklega þegar þarfagreiningin liggur ekki fyrir. Annað sem að maður gerir athugasemdir við að það ekki búið að teikna þetta húsnæði. Það ekki búið að sækja byggingarleyfi fyrir þessu. Hvort að gámaeiningarnar að standa við íþróttahúsið, hvernig svo ákvörðun var tekin og varðandi nýtingu á því, satt best veit maður ekki. Eina teikningin sem maður hefur séð teikning sem var lögð fyrir bæjaráð, einföld þrívíddarteikning sem að sýnir að húsið muni tengjast íþróttahúsinu. Og þá spyr maður sig varðandi flóttaleiðir úr íþróttahúsinu sjálfu af stúkunni. Það væntanlega hugsað sem, þó maður hafi nú ekki rýnt teikninguna af því hún bara ekki aðgengileg á vef bæjarins, en þá getur maður ímyndað sér að það sé flóttaleið. En það á að tengja þessar einingar við það, þannig að það svona, ég held að það sé ýmislegt sem að þurfa að rýna betur og vinna betur. Auk þess náttúrulega standa þessar húseiningar sem eru ætlaðar fyrir Regnbogaland, standa töluvert neðar, þannig að það eru til dæmis tröppur upp í þennan ramp. Við erum nú búin að vera að glíma við aðgengi fyrir alla í grunnskólanum en allan að sakka fjárhagsáætlun og gert ráð fyrir lyftu í skólan þetta árið. En þarna verið að búa til annað vandamál. 3-4 tröppur upp í þennan ramp úr Regnbogalandinu. En eins og ég segi þá fögnum við því að það sé verið að mæta þörf skólans þó hefði mátt gera töluvert betur í undirbúningi málsins. Við erum með bókun varðandi málið. Hún hljóðar svo: undirrituð fagnar því að tilstandi að bæta þann húsnæðisvanda sem grunnskólinn hefur staðið frammi fyrir í fjöldamörg ár. Hins vegar gerum við alvarlegar athugasemdir við hvernig staðið var að undirbúningi verksins. Engin þarfagreining hefur verið gerð varðandi húsnæðisþörf skólans. Enga teikningar af fyrirhuguðu húsnæði liggja fyrir né kostnaðaráætlun vegna þessara útfærslu sem ekki í samræmi við fjárhagsáætlun sem samþykkt var í desember. Undirrituð viti ekki til þess að sótt hafi verið byggingarleyfi fyrir framkvæmdinni. Undirrituð sitja því hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta skrifar Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Ragnar Már. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar og við erum ennþá undir lið 14, húsnæðismál grunnskólans og orðið laust og Jakob hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti. Þakka bæjarfulltrúanum Ragnari Már Ragnarssoni fyrir sitt ávarp og innleggja umræðuna. Ef ég reyna að skauta svona gróflega yfir þá punkta sem hafa komið fram í máli Ragnars Márs Ragnarssonar, þá það í fyrsta lagi kaup án þarfagreiningar. Það svona ákveðin fyrir ekki alveg sama hljóð og mynd þegar við erum að tala að liggi fyrir í langa tíma þarf að mæta húsnæði skólans og það liggi ekki fyrir þá þarfagreining. Hvort það? Þörf á húsnæði fyrir skólan eða ekki? Eða þarf þarfagreiningu til þess að mæta húsnæði skólans? En mér fannst bara svona eitthvað misvísandi skilaboð sem felast í því að nefna það sem dæmi en allt í lagi. Kostnaður og kannski fjárhagsáætlun. Bæjarfulltrúar í Íslands samþykktu reyndar ekki fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, samþykktu ekki lántöku sveitarfélagsins og þannig geta þeir ekki sama tíma vilja mæta húsnæðisþörf skólans ef þeir vilja ekki samþykkja lántökur og fjárfestingar. En gott og vel að þeir vilja samt sem áður mæta húsnæðisþörf skólans en þó þið taki ekki ákvörðun að greiða atkvæði þess efnis hér, en ég átta mig hins vegar á, ég heyrði alveg að því voru ekki, bæjarfulltrúar í Íslands voru ekki sáttir við því hvernig að málum var staðið. Nú, það liggur fyrir og ég ætla kannski bara að mótmæla því að það sé ekki gert ráð fyrir umræddum kaupum í fjárhagsáætlun.
Það nú sérstaklega bara gert ráð fyrir því og með þessa megin áhersla í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins að mæta húsnæðisþörf grunnskólans og það töluvert fjármunum varið í þennan pakka í fjárhagsáætlunum. Ef ég man rétt þá þetta 55 milljónir í heildarpakkinn til þess að mæta húsnæðisþörf skólans sem var eyrnamerktur í fjárhagsáætlun, fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins. Eitthvað á það bil, 45-55 milljónir ef ég man rétt. Þannig að það nú til eitthvað svigrúm til að vinna með, meiri sem voru sérstaklega kveðið á húseiningar í fjárfestingarlista sem að lá fyrir í haust. Nú, ég ætla ekki að segja til það hvað svo mikið viðhald þar til þess að koma þessum húsnæðum upp hér og þessum mannvirkjum, kannski bara svara því þannig að því hafa kallað eftir teikningum og byggingarleyfi. Við erum ekki að flytja húsin hérna á grundir byggingarleyfis eins og staðin akkur núna heldur það á grunni stöðuleyfis sem við búið að sækjum og samþykkja. Vel verið að í framhaldinu við sóttum byggingarleyfi á grunni teikninga og fer þá í þann málsmeðferðarfasa sem að það krefst af hálfu sveitarfélagsins og svona venjubundið í þeim tilvikum, hvort það grenndarkyndi ekki og þar fram eftir götunum. Nú, hvað varðar ákvörðunina þá auðvitað tek ég bara ábyrgð á því sem æðsti stjórnandi sveitarfélagsins á þeim ákvörðunum sem teknar og þeim hvort sem það stöðuleyfin eða flutningurinn eða kaupin á byggingunum og félagst alveg og mun taka bara ábyrgð á þeim en minni á að verið var að framfylgja fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í þessum efnum. Nú, teikningar af íþróttahúsinu reyndar á vef sveitarfélagsins og má finna á vefsjá teikningar af húsnæðinu en það alveg rétt að þær eru ekki, það einu teikningar, einu af fáu teikningar sem skortir, fyrst afsökunar á því, en þetta neyðarútgangur og þá gert ráð fyrir því að þetta verður áfram neyðarútgangur, bara hann lengist. Nú þekki ég ekki tæknilegar upplýsingar hvað það varðar en þau svör fékk ég að þetta neyðarútgangur. Það engin munur á þessum hugmyndum varðandi grunnskólanum eins og höfum rætt áður. Við höfum náttúrulega rætt færanlega húseiningar mörgu sinnum, bæjarfulltrúar og að sérstaklega umræða það á vinnufundi bæjarstjórnar og í rauninni bæjarstjórninni sjálfri og í bæjarráði kaup á færanlegum húseiningum og meira þess að var ein tillaga því að 9 færanlegum húseiningum undir fjárhagsáætluninni á sínum tíma. Þannig að það svo sem ekki ný hugmynd að byggja yfir rampina fyrir aftan grunnskólan og setja þar færanlegar húseiningar fyrir grunnskólan. Það per se ekki ný hugmynd og ég maður rétt á nú eitthvað minnst á það þessar húseiningar sem að var fest kaupa á í fjárhagsáætluninu síðasta haust á einhverjum fundinum sem voru þá auglýstar en látum það allt liggja milli hluta. Nú en ég ætla bara að fagna því að fulltrúi Ýlís fagna því að verið að mæta húsnæðisþörf skólans því að það megin áhersla í þessari fjárhagsáætlun og ég tel þetta falla undir fjárfestingar áætlun sveitarfélagsins hafna því að það sé ekki þannig en bara veka athygli á því ég var nú ekki á síðasta fundi en kannski hefur verið farið yfir þar þar síðasta bæjarráðsfundi að húsnæði var tekið út af óháðum aðila fyrst og svo í kjölfarið af byggingafulltrúa sveitarfélagsins og auðvitað var áhersla á það að skoða innvolsið og það ekkert að því að athuga eftir þá skoðun þannig að hins vegar þar alltaf þannig að það þarf einhvað að dytta að og ég gerir ráð fyrir það í þessu tilviki einnig. En ég vil bara nota tækifæri til þess að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir sína framgöngu í þessu máli og hafa rauninni náð að fylgja þessu máli bara fast eftir og undirbúið það þannig að hægt verði vonandi að hefja kennslu og starfsemi í þessum einingum
frá með næsta skólaári og það er stefna sveitarfélagsins að þetta nýtist strax upp í næsta skólaárs. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið er enn laust undir Ragnar Már. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, áhugavert að heyra bæjarstjórann nefna það að það sé kannski engin sérstök þörf fyrir þarfagreiningu á því húsnæði sem að skólinn til þessi þurfa. Varðandi fjárhagsáætlunina þá man ég nú ekki betur til þess en að það hafi verið gert ráð fyrir að kaupa geymsluhúsnæði upp á Hamraendum, hefði átt að færa hluta að bókageymslunni upp á Hamraenda og breyta því í sérkennslurými. Þannig að ég held að þetta sé nú svolítið mikil uppbeygja frá því sem var lagt með upp í fjárhagsáætlunni, þó að hafi verið rætt að kaupa færanlegar kennslustofur. Það sem maður óttast að ef að við hefðum ekki þurft nema kannski 150 fermetra, 200 fermetra undir jafnvel starfsaðstöðu kennara og kaffistofu fyrir þá og þá hefðu verið komið með 2 kennslustofur til viðbótar. Með nýtt húsnæði sem hefði dugað okkur kannski 10, 15, 20 ár og höfum getað selt það í góðu standi. Þannig að ég er ósammála því að þetta sé algjörlega í samræmi við fjárhagsáætlunina, þó að sjálfsagt með tína pening úr henni til að setja í verkefnið. En ég held að þetta sé töluverðu beygja. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er enn laust. Þórhildur, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að lesa upp bókun fyrir hönd Hálistans. Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins sem aðeins bæjarfulltrúar Hálistans samþykktu var forgangsatriði að mæta brýnni húsnæðisþörf grunnskólans í Stykkishólmi. Hafa bæjarfulltrúar Ílistans fylgt afstöðu sinni til fjárfestinga sveitarfélagsins á þessu ári með því að samþykkja ekki viðauka við fjárhagsáætlun og greiða atkvæði gegn lántöku sveitarfélagsins sem er jú forsenda fjárfestinga af hálfu sveitarfélagsins. Þrátt fyrir að bæjarfulltrúar Ílistans telji orðið að nauðsynlegt sé að koma til móts við húsnæðisþörf grunnskólans líkt og flestar þær fjárfestingar sem eru á áætlun, þá sýna það þó ekki á borði. Bæjarfulltrúar Hálistans lýsa vonbrigðum með afstöðu bæjarfulltrúa Ílista gagnvart fjárfestingum og lántökum sveitarfélagsins, þar með talið fremgöngu þeirra við að mæta húsnæðisþörf skólans, meðal annars kaupum sveitarfélagsins á umræddum húseiningum. Fulltrúar Hálistans vilja að lokum þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir góð störf við að tryggja framgang þessa verkefnis og harma gagnrýni bæjarfulltrúa Ílistans á störfum starfsmanna sveitarfélagsins. Og undir þetta rita Steinunn Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Þröstur Auðunsson og Þórhildur Eyþórsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Þórhildur, og við erum ennþá undir 14. lið húsnæðismál grunnskólans í Stykkishólmi og orðið er enn laust. Ragnar Már, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara eins og ég bregðist við þessu sem að kemur fram í bókun, ég man ekki hvernig þetta var að gagnrýni á störf starfsmanna bæjarins. Mér finnst þetta óvægið. Þetta er fyrst og fremst pólitísk ákvörðun sem er tekin af bæjarstjóra og meirihlutanum og hefur ekkert með starfsfólk bæjarins ef að vera að vísa allir í byggingafulltrúa eða einhver aðra sem hafa komið að þessu, skólastjóra eða eitthvað slíkt. Þannig að ég óska eftir að svona, hvað ég að segja, það sé vera að fara í mannin en ekki boltan. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már, og orðið er enn laust. Jakob, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins bara bregðast við þessum orðum bæjarfulltrúans Magnús Már Ragnarssonar. Eins og kom fram í máli mínu hér áðan, þá ber
bera bæjarfulltrúar Hálistans ábyrgð á fjárhagsáætluninni og þeirri stefnumörkun sem að þar kemur fram. Fulltrúar Ílistans bera ekki ábyrgð á þeirri stefnumörkun, þetta greiddu þeir atkvæði gegn henni. En ég ber ábyrgð á því að framfylgja stefnumörkun sem Hálistinn samþykkti í fjárhagsáætluninni fyrir 2025 og falla þessi kaup undir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Og við getum farið yfir það bara með því að lesa yfir fjárfestingar áætlunina og hvort við þurfum síðan í fjárfarið, að því að var nefnt hérna áðan og ég kom nú ekkert upp, breytingur landsbókasafni og iðnaðarbýli og allt var þetta í sama pakkanum. Við erum að leysa þetta allt með þessu kaupum. Þurftum við ekki iðnaðarbýli til þess að bæði fyrir vegna skort á geymsluhúsnæði fyrir sveitarfélagið og til að mæta hugsanlega breytingu sem fólst í hugmyndum að breytingu á landsbókasafninu. Þessu kaup að uppfylla raunverulega þær væntingar í fjárhagsáætluninni. Þannig að þetta mun í rauninni verið að leysa fleiri þætti í þessu kaupum. Það með talið í fjárhagsáætluninni fyrir 2026 sem var gert ráð fyrir kaupum á húsnæði í nýræktinni. Þannig að ég vil árétta að bæjarfulltrúar Hálistans skipir ábyrgð á fjárhagsáætluninni og þeirri stefnumörkun þar var samþykkt, en ég tek full ábyrgð á þeirri framkvæmd sem byggir á þeirri fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið enn laust. Steinunn, gerðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að bregðast við þessu líka varðandi starfsmenn sveitarfélagsins. Af því á síðasta fundi þá ræddum við þetta töluvert og við bendum á það að þessar húseiningar hefðu verið skoðaðar eins og kom fram í orðum bæjarstjóra hérna áðan. Þannig að þetta var ekki alveg keypt óséð eða já, það má orða þannig. Og það var meiri sér þannig að það var óháður aðili sem skoðaði og síðar byggingafulltrúi og það var búið að setja sig í samband við flutningsaðila og aðila til þess að sjá að færa, hvað hugsanlega myndi kosta að færa húseiningar hingað. En það er ennþá haldið við þann keip að þetta muni kosta okkur miklu meira heldur en að við nokkuð tíma gerum okkur grein fyrir. Það finnst mér, í þeim orðum, felast í rauninni ákveðin vanvirðing í því sem aðrir að gefa upp. Ég vildi bara árétta þetta og ég er bara mjög ánægð með þessu kaup. Og ég sammála Jakob í því að þetta mun leysa margan vanda, þetta mun leysa margt sem við erum búin að ræða. Það er alveg rétt sem Ragnar segir, það verður tekið af ýmsum stöðum úr fjárhagsáætlun, meðal annars það sem við ætlum okkur í skógræktinni, meðal annars það sem við ætluðum okkur upp á Hamraendum, leysum það hugsanlega við flugstöðina og lengi mætti telja. Þannig að ég bara vildi koma þessu frá mér. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn Ingibjörg. Orðið er enn laust undir lið 14. Haukur Garðarsson. Þú skýra því. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér leiðist það ekki að vera kallað Garðar, ég hef mikla mætur á föðum mínum. Það er búið að koma margt fram hérna. Það er svona hvernig þetta bara við reynda fórum yfir það á síðasta bæjarstjórnarfundi og bæjarstjóri fór yfir hérna, Hálistinn ber ábyrgð á fjárhagsáætluninni og hérna við höfum ekki tekið þátt í henni þar sem við samþykktum hann ekki. Það er þá spurning hvort það megi ekki ræða málin og hérna þegar hlutirnir að gerast og eins og aðdragandi var hér og ég er sammála Ragnari með það að það var tekið svolítið uppbygging í þessu, hvernig þetta verkefni var nálgast. Og hluta því að við samþykktum ekki fjárhagsáætlunina og erum þar reyndi bara tekin út úr henni, snýr svolítið því að það var farið í þennan mál og við vorum ekki
alveg sammála því sem var verið að gera þar. Við vorum sammála því að það þyrfti að fara í þessi mál, sko. En við vorum ekki búin að eyða miklum tíma í að ræða þessi mál, sko. Það var ekki búið að fara í þarfagreiningu. Hvað er þetta löng lausn sem við erum að leysa? Erum við að leysa tímabundið í 5 til 10 ár og allir svo fara í nýja byggingu? Eða erum við bara að leysa málið? Þetta lá ekkert fyrir, það hefði ekkert verið rætt einhverju. Við máum farið margar hluti í gegnum árin, það hefur verið rætt færanlega kennslur og fleira, alveg rétt. En þegar við komum að fjárhagsáætlun, þá er æskilegt að vera búin að leggja niður nákvæmlega hvernig við ætlum að leysa þetta. Og það er svolítið skrítið og ég uppræðslega þannig að bæjarstjóri tekur ákvörðun og við hlýðum. En þetta er náttúrulega bæjarstjórnar að taka þessa ákvörðun og hefði kannski átt bara skjóta að fundi með það. Ég veit að það var tilboð í gangi útboð og menn voru að stökkva á það, en það gera þetta ekkert betra, sko. Þú veist, hvatvísi þessi er alls ekki mjög gott. Þetta er stórt, þetta eru 490 fermetra sem verður að kaupa. Það kostar í rekstri umfram kannski það sem við erum að fara að gera, það kostar viðhald í framtíðinni og hversu lengi þær lausnir að vera, sko. Þú veist, það er auðvelt að segja, fáum bara geymslur þarna og þá er þetta gott, skilur. En við ætlum ekki að fara að gera geymslur. Það getur vel verið sér góð hugmynd, en það er bæjarstjórnar að taka hana. Mér finnst það að það sé bæjarstjórnar að taka hana. En sjálfur sér hefur bæjarstjórn bara tekið ábyrgð á því að hann hefði tekið bara stjórnarlegar ákvörðun og það er bara gott og vel. Ég mun langar aðeins að fara í bókuna að það kom þar fram að okkur fyndist að þyrfti að gerast að hlutin væri ekki tilbúin að samþykkja framkvæmdirnar. Ég ætla að standa það, mér finnst að það þurfi að gera þessar framkvæmdir. En við getum bara ekki endalaust tekið lán og fara langt fram úr því sem við erum við. Lántakan verður að vera svo hófleg að vera áður við reksturinn í framtíðinni. Og ég er reynilega bara áhyggjur af því að það verður erfiður rekstur. Og þessi útfærsla sem kemur núna, að þó að hafa verið búið að taka frá fé fyrir skólann í aðra útfærslu, þá er ekki búin einn útfærsla, engin kostnað hvað var að þessu útfærslu. Erum við að fara að gera þetta allt núna? Ætla að henda niður geymsluplásunum og græja húsin, ætla að fara niður að höfn með þetta, eða ætla að bíða með það? Þú veist, það liggur bara ekki fyrir. Og við höfum aldrei heyrt neitt kostnaðinn í þessu nema bara það sem er í fjárhagsáætlun, að það eigi að gera eitthvað þar, en þetta verkefni hefur ekki verið kostnaðargreint og sýnt hvað við þurfum að gera. Það er komin töluverður kostnaður á þetta. Það er búið að fara í gröfuvinnu, án þess að við höfum nokkuð fjallað það. Það var bara að ráðast í það. Þetta regnbogaland, það þrengir svolítið þessari skólalóð sem líklega er orðin of lítil fyrir þetta svæði. Og það er bara sjálfsagt að taka umræðu það. Mér fannst, og tek undir með Ragnar aftur, að segja að við séum gagnrýna starfsmenn sveitarfélagsins, það á þá kannski við bæjarstjórann í þessu tilfelli. Hann náttúrulega tók þessa ákvörðun og við þetta bendum bara á það. Aðrir starfsmenn sveitarfélagsins hefðu ekki komið að þessu þegar búið var að kaupa húsið og þarandi þá var hjólinn komin í gang. Þeir koma seinna inn. Og ég veit ekki hvað kom út af því, ég hef ekki fengið neina greiningu á hvernig þetta er. Ég hef ekki fengið neitt hvernig mann ætla að vinna þetta, hvað þarf að skipta um. Ég vil gjarna fá það, ef ég er tilbúið með það, þurfum við að klæða húsið utan, þurfum að skipta um gólfin inni, þurfum að skipta um eitthvað efni, þurfum að skipta um þök, allt þetta er óljóst. Og það er búið að taka ákvörðun og halda áfram. Þannig að það er bara svoleiðis. Og það er svolítið skrítið, og ég veit ekki hvort að það sé búið útiloka okkur út úr bæjarstjórninni. Sveitarstjórinn sagði hana, þið eigið áætlunina og þið ber ábyrgð að keyra hana og þið gerðu það, hún er samþykkt af bæjarstjórn, meirihlutinn samþykkir, ég er ekki neinum vandræði með það, þó ég vilji fara aðra leið. En er líka búið að gera það hér bara, þið takið bara svona eitthvað áfram og okkur kemur það ekki við. Ég skil það ekki þannig og ég vona að sé ekki svoleiðis, sko. En þetta er svolítið svona hart, verð ég að segja. Það sem ég hef áhyggjur af núna er að þetta eru stór pakki og fjárhagsáætlun sem við erum með núna, ég dugi ekki til. En það verður að koma þá með og þá bara vonandi fyrir næsta bæjarstjórnarfund og þá liggi fyrir hvað kostnaður áætlun, hvað ætla að fara langt með þetta verkefni. Þarf að hætta við aðra framkvæmdir til þess að gera þetta og þá hvaða framkvæmdir ætla þá að draga úr. Eða ætla að fara í frekari lántökur, mér finnst það þurfa bara að liggja fyrir sem fyrst, en ef ætla bara að keyra á þetta og vilja fara í frekari lántökur, þá veit ég að þið getið samþykkt þessi meirihluti. Alveg klárt mál, þannig að það er bara flott að fá það þá fram og það var það að undirbúa framtíðina út frá því. Ég held ég láta bara duga í bili. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er enlaust og Jakob hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, þakka Hauki Garðarsyni fyrir sitt innlegg í umræðuna. Hauki Garðarsyni bæjarfulltrúa. Ég bara biðst innilega afsökunar því að ég hef getað stytt honum ræðuna töluvert áðan. Bara ég vil minna á það að hér er kaupsamningurinn og kaupin til afgreiðslu af hálfu bæjarstjórnar. Þannig að ég bara ábyrgð á framkvæmdina að taka þátt í útboðinu. En hér er bæjarráð og bæjarstjórn að samþykkja þessu kaup. Þetta er ennþá í Reykjavík. Borgarráð í Reykjavík staðfesti kaupin og sínu fundi núna í mars og hér er bæjarráð og bæjarstjórn að samþykkja kaupin. Þannig að það er ekki búið rita undir samninginn. Þannig að ég bara ábyrgð á að fara að reyna að vinna eftir fjárfestingar áætlun sveitarfélagsins en hér er bæjarstjórnin að samþykkja þessu kaup. Þannig að ég vísa bara til þess. En það var líka bara ágætt að heyra hvað vildi þá ílistinn gera? Hvað var það sem vildi ekki þetta? Vildu færanlega kennslu, vildu byggja við? Hvað vildu þið gera? En annars þá náttúrulega líka bara að teka fram bæði þá var þetta í eignina, það er mannvirki sem komið fyrir aftan íþróttamiðstöðina og mannvirki sem er aftan grunnskólan. Auðvitað eru þessar ákvæðinu teknir fullu samráði við skólastjórnendur. Takk fyrir þetta, Jakob. Til áreitu þá erum við ennþá í 14. máli, húsnæðismál grunnskólas í Stykkishólmi. Orðið er enn laust. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Ég er ekki ennþá með upplýsingar á höndunum til þess að meta það hvort þetta sé góð ákvörðun að fara í þetta eða ekki. Það er eftir þá að samþykkja það sem er að koma hérna. Hvað vill ílistin gera? Það er náttúrulega stór spurning. Og bygging skólans er risastór. Við eigum teikningu á risa viðbyggingu þarna. Sem að, ég ætla ekki, ef ekki bara skjóta milljarð, hún getur kostað það, með þá teikningu sem er þar, það er risastórt. Verkefni sem við myndum ekki ráða við í dag með góða móti. Staðan er okkur þannig að við getum ekki að fara í hvað sem er. Þetta er bara þannig staða, fjárhagslega, það er þröngt og það þarf að taka ákvarðanir. Það sem ég hefði viljað gera er að fyrir fjárhagsáætlanagerð, þá hefði við lagt svolítið niður að þetta væri stóra verkefnið og hvað ætlum við að gera til bráðabirgða, til hvers langs tíma og hvernig ætlum við að fara inn í stóra verkefnið. Áður við samt ekki fjárhagsáætlun. Þetta er jafnvel eitthvað sem þurfum að gera nokkrum árum. Það hefur verið frábært að við erum að leggja einhverja línu bara með það. Þetta ætlum við að leysa, hvað verið kennararna sé leyst, fá gott samtalið þá að hafa jafnvel nefnd fara yfir þetta og leggja það svo niður bara í fjárhagsáætlun gera svona verið. Það er engin ein lausn sem er svo rétta, það er alveg klárt mál. Og við erum búin að segja það, við erum ánægð með það sem við erum að gera eitthvað, það er að fá aukið pláss fyrir skólann. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þannig að bráðabirgðalausn hefði pottþétt verið hérna. Áttu að kaupa gamalt hús sem við erum að gera núna, áttu að byggja nýtt, eða eitthvað þannig milli, allt saman inni. En hefur verið mjög gott að vera komið þetta áður en fór í fjárhagsáætlun. Það er mín skoðun. Takk fyrir það. Takk fyrir það, Haukur. Steinunn hefur beðið orðið undir liði 14, gjörðu svo vel. Fundastjóri, ágætu fundamenn. Mér langaði aðeins að bregðast við þessu varðandi það sem Haukur kom inn á, hvort að þau væru bara ekkert lengur ábyrg fyrir neinu í bæjarstjórn. Ég ætla bara að segja að svo er ekki. Hins vegar að þá svekkir það mig, ég ætla ekki að leyna því, svekkir það mig að við getum ekki saminast fjárhagsáætlun, af því mér langar bara að minna á það að við reynum að hafa gott samstarf í kringum fjárhagsáætlun og við hittumst og við reynum að tína saman hvað við ætlum að hafa inni og hvað við getum hugsanlega sett út og annað slíkt. Við vorum sammála það að skólinn og íþróttahúsið væri í töluverðum forgangi hjá okkur og það yrði eitthvað að gera og við veðjum á að setja ákveðin pening í þetta en samt sem áður var ekki hægt að samþykkja fjárhagsáætlunina. Það var svolítið fúlt. Ég skal alveg viðurkenna það. En
það er bara trú mín að í þessari stöðu sem að við erum núna, að þá sé þetta einn kostur sem að ég ætla að líta á sem góðan kost og gera gott úr honum og ekki að rífa eða rakka niður, af því að ég veit að það er mikið ákall það að það verður að bregðast við húsnæðisvandanum hana og nefndir, jú, það er svo sem hægt að gera eins og allstaðar, stofna endalausa nefndir og það kostar líka. Það kostar líka og þá spyr maður sig hverjir eru bestu fagmennir. Í mínum huga eru bestu fagmennir og þeir sem eru best fallnir til þess að svara því hvað sé best hverju sinni, starfsfólki sem vinnur á gólfinu, stjórnendur skólans, þeir sem starfa þar inni. Við fórum alveg á sving, ef ég man rétt, fyrir fjárhagsáætlun og vorum með ýmsar hugmyndir uppi hvað hægt væri að gera. Við köstuðum fram ákveðnum hugmyndum okkar á milli og við slóum ekkert út á borðinu en við neldum ekkert sem fast. En það var ákveðin hugmynd að vinna í gangi. Kannski rétt sem Haukur segir, við hefðum átt byrja á því fyrr, en við skulum þá bara nýta þetta til þess að læra af því. En við skulum þá líka saminast það, vona ég að við getum gert, að gera gott úr þessu og vinna áfram með það sem við höfum í höndunum núna. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Gjörðu svo vel. Ragnar Már Ragnarsson. Orðið er ennþá laust. Við erum ekki búin að leggja þetta undir kosningu. Það er eitthvað skriflegt. Bara því að forseti ágætu bæjarfulltrúar, því að bæjarstjóri spurði hvað ílisti vill gera og Haukur fór nú ágætlega yfir það. Það kom nú fram í bara máli mínu hérna áðan að fyrsta skrefið hefði nú kannski verið þarfagreining og þá hefðum við getað metið hversu mikið húsnæði við þurfum. Við fórum nú heimsóttum skólann, ég og Haukur, fyrir þó nokkur síðan. Og þá var nú verið að tala að það kannski vantaði 1 til 2 kennslustofur. Hefði mátt leysa málið eins og ég nefndi áðan með einni starfsaðstöðu fyrir kennarana. Málið dautt. Málið leyst til 5 til 10 ára. Þannig að þetta hljómaði svona svolítið, þessi spurningi á bæjarstjórnum hljómaði svolítið þannig að þið gagnrýnið endalaust en þið ekki mennir lausnir. En þarfagreining hefði verið góð. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er enn laust undir lið 14. Það var allir lokið máli sínu. Takk fyrir það. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Hver eru á móti því? Hver sitja hjá? Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum hálistans og 3 atkvæði ílistans sitja hjá. Þá er að liði 15, tillaga tímabundna niðurfellingu á gatnagerðargjöldum. Bæjarstjóri leggur til að veittur verði tímabundin annars vegar 90% afsláttur og hins vegar 25% afsláttur samkvæmt 6. grein laga nr. 153 frá 2006 samanber og 6. grein samþykkta gatnagerðargjöld í Stykkishólmi á gatnagerðargjöldum af byggingum húsnæðisins miðað við gjaldskrá 2025 á tilteknum lóðum í Stykkishólmi og að lækkunarheimildin taki gildi eftir samþykkt bæjarstjórnar til og með 31. desember 2025. Orðið laust undir þessu lið. Hér vill enginn tjá sig. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykkir því? Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 16. Kjör nefnda í samræmi við samþykktum stjórn sveitarfélagsins. Lagðar eru fram tillögur að nýjum fulltrúum hálistans í fastanefndi sveitarfélagsins samanber 48. grein samþykktunum stjórn sveitarfélagsins. Bæjarstjórn orðið laust undir þessu lið. Engin kveður hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða eftirfarandi breytingu á fastanefndum sveitarfélags. Skipulagsnefnd. Páll Aðalsteinsson verður varamaður hálistans í stað Ásgeirs Gunnars Jónssonar. Stjórn Náttúrustofu Vesturlands, Orri Þórkell Arason verður varamaður hálistans í stað Ásgeirs Gunnars Jónssonar. Og hver eru samþykkir því? Það er samþykkt
samhljóða. Þá er það síðasti liður þessara fundar og það er 17. liður, minnispunktar bæjarstjóra. Lagði fram minnispunktar bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti. Í ljósi þess að ég satt ekki síðasta fund bæjarstjórnar, þá ætla ég að gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir febrúarmánuð og marsmánuð á þessu ári. En kannski ekki öllu þeim málum sem ég hefði annars fjallað Þeir eru svona í styttri kantinum með þessi 2 mánuðir. Jæja, En fyrst þetta, bæjarráð samþykkti á 24. fundi sínum 14. ágúst 2024 að kynna vinnslutillögur vegna breytingar á aðalskipulagi Stykkishólms og nýs deiliskipulag við Ágústsonsreit. Og nú á dögunum var haldið opið hús vegna vinnslutillagna og ákveðin kynning þar á. Og hérna var þar David Pitt sem er skipulagshönnuður og kynnti þar þessar tillögur að deiliskipulagsbreytingu og þrívíddarteiningar að fyrirhuguðu hóteli, íbúðum og smáhúsum á svæðinu og tæplega 40 manns lögðu leið sína í bókasafnið til að kynna sér áformin og veit ekki betur en að það skupust þar líflegar umræður og jákvæðar. Nú á vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar var greint frá samkomulagi milli Brákar og Búðinga byggingu 16 íbúða í Stykkishólmi þá í febrúarmánuði síðastliðnum. Íbúðar mun rísa í Víkurhverfi og mun Brák íbúðafélag kaupa 12 íbúðir eins og kom fram í þessari frétt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Því til viðbótar verða byggðar 4 íbúðir á þessari hálóð svokölluðu í Víkurhverfinu sem að samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar verða seldar á almennu markaði. Íbúðirnar verða 61 til 95 fermetra að stærð og Búðingar sjá byggingu íbúðana. Nú töluverður gangur á framkvæmdum í Víkurhverfi þessa dagana eins og glöggir íbúar sjá dagsdaglega og sjáanlegur munur á framgangi mála frá degi til dags. En hér á myndin reyndar má sjá glæsilegt mannvirki sem skipaði að byggja við Imbuvík í Víkurhverfi. Bæjarstjórn Stykkishólms auglýsti eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum með samræmdar reglur styrkveitingar í febrúarmánuði. Markmiðið með styrkjum bæjarstjórnar að styðja við sjálfsprottið starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðla að farsælli þróun samfélagsins, menningarlífs, lífsgæðum og fjölbreytilegu mannlífi og öflugu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Umsóknarfrestur var til 9. mars síðastliðinn en sá sem hér stendur gerir ráð fyrir bæjarráð komið til með að gera tillögu úthlutun á næsta fundi ráðsins. Félag atvinnulífsins Stykkishólms stóð fyrir glæpa- og draugahátíðinni Hræðileg helgi sem fram fór dagana 14. til 16. febrúar síðastliðinn. Dagskrá hátíðarinnar var þétt en meðal annars gátu gestir hátíðarinnar spreytt sig á morðgátu sem mikið púður hafði verið lagt í. Fjöldi fólks heimsótti Höfðaborg til þess að setja sig í spor rannsakenda og skoða vettvang glæps sem þar hafði verið sviðsettur. Hræðileg helgi Hólminum hefur vakið mikla lukku undanfarin ár og víða vakið athygli. Óhætt að gera ráð fyrir því að þessi hátíð fari vaxandi ár frá ári miðað við undirtektir og ánægju þátttakenda í ár og síðustu ár. En meira af menningarmálum og menningarlífi hér í sveitarfélaginu en Júlíana hátíð sögu og bóka fór fram á dögunum. Hátíðin var fyrst haldin árið 2013 og nú orðin rótgróin liður í lista og menningarlífi Hólmara og Helgfellinga en þetta var í 12. sinn sem hátíðin var haldin. Sem fyrr var metnaðarfull dagskrá í boði og fjöldi Hólmara og Helgfellinga og aðrar gesta sem nutu góðs af. Allt frá því að hátíðin hófst hafa íbúar sveitarfélagsins hlotið viðurkenningu fyrir framlag til menningar og framfaramála. Í þetta sinn voru það hjónin Ólafur K. Ólafsson og Lára Gunnarsdóttir sem voru heiðruð fyrir sitt framlag til menningar og framfaramála. Vil ég óska þeim til hamingju með verðskuldaða viðurkenningu.
Kjördæmavika fór fram í febrúar en hana nýttu þingmenn til þess að fara út í kjördæmi sín og hitta kjósendur, sveitarstjórnarfólk, fulltrúa fyrirtækja og fleiri. Bæjarfulltrúar nýttu tækifærið, fór vel yfir helstu hagsmunamál okkar svæðis með þingmönnum sem sóttu hólminn heim. Meðal annars fengu þingmenn að heyra málefnum Baldurs, heilbrigðis- og öldrunarþjónustu, tækifæri með auðlindanýtingu og mikilvæg skelbóta svo fátt eitt sem nefna, og auðvitað var það líka þung áhersla á ástand vegamála á Vesturlandi en eins og áður hefur komið fram að þá ríkir neyðarástand í vegamálum á Vesturlandi sem að, ef ég maður rætt, var samþykkt á síðasta bæjarstjórnarfundi ályktun þess efnis. Nú áfram þessu tengt þá sendu sveitarstjórnar á Vesturlandi erindi til forsætisráðherra Kristrúnar Frostadóttur þar sem að í febrúarmánuði þar sem óskað var eftir neyðarfundi vegna hættu ástands á vegum og skipan viðbragðshóps. Fulltrúar sveitarfélaganna óskuðu með erindun eftir fundi eins fljótt og auðið var með oddvitum ríkisstjórnar og viðkomandi fagráðurum skipan viðbragðshóps stjórnarráðsins aðgerðir til að tryggja öryggi íbúa á Vesturlandi og annarra vegfarenda svo ekki hljóti skaði á fólki og verðmætum og truflun og atvinnu mannlífi eins og nú hefur blasað við. Afrinda erindum var sent á innviðaráðherra, heilbrigðisráðherra, dómsmálaráðherra, fjármálaráðherra og aðstoðarmenn. Nú eins og ég kom inn á áðan þá ályktaði bæjarstjórn á síðasta fundi sínu umrætt neyðarástand á Snæfellsnesvegi númer 54, Stykkishólmsvegi númer 58 og Vestfjarðavegi númer 60 en þá ályktun má lesa í heild sinni á vef sveitarfélagsins. Nú framkvæmdastjóra sveitarfélagana á Vesturlandi ásamt framkvæmdastjóra og formanni samtaka sveitarfélaga Vesturlandi áttu kjölfar þessa erindi sem ég minntist áðan fund með forsætisráðherra og innviðaráðherra í stjórnarráðinu 10. mars síðastliðinn. En tilefni fundarins var að fylgja eftir þessu bréfi sem að framkvæmdur hópur sendi oddvitum ríkisstjórnarinnar til að vekja athygli á neyðarástandi vegamála á Vesturlandi. Fundurinn var góður og gagnlegur og vonir bundnar við að brugðist verið við að hálfu ríkisstjórnar á þessu ári með viðbótaða fjárveitingum en við þurfum að bíða og sjá hvað úr því verður. Nú aðalfundur samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi fylgdi þessu svo eftir með ályktun neyðarfjárveitingu til vegamála á fundi samtakana í gær en þá ályktun má kynna sér á vef samtakana. Nú eins og við fórum hérna yfir áðan að þá hefur frá með ákvörðun bæjarstjórnarfundarins áðan sveitarfélagið fest kaup á færanlegum húseiningu sem Reykjavík bauð á uppboði, húseiningar sem allar voru seldar á uppboði í einu pakka standa nú í Dalskóla og við fórum ágætlega yfir það hvað einingar þar átt við á fundinum hér áðan. Og sveitarfélagið hefur hafið undirbúning að flutningi byggingana í Stykkishólmi tilheyrandi frágangi á núverandi stað og undirbúning á nýrri staðsetningu. Undirbúning stendur yfir á lóð grunnskólans þar sem að gert ráð fyrir að vera 2 kennslustofur með klósetti og sérkennslurými og í samráði við skólastjórnendur. Nú þá undirbúningur í fullum gangi og verður þeim komið fyrir við grunnskólan, íþróttahús, skógrækt og flugstöð og Stykkishólmshöfn, þessar einingar sem var að ræða í samræmi við þá samþykkt sem hér var minnst á áðan og afgreitt hér á þessu fundi og síðasta bæjarráðsfundi. Ljóst að umræddar húseiningar eru kærkomið viðbót við innviði sveitarfélagsins og munu koma til með að bæta enn betur aðbúnaður og þjónustu í Stykkishólmi. Og var í mitt húsnæði grunnskóla tekið til umræða á fundi skóla- og fræðslunefndar 18. mars síðastliðinn þar sem skóla- og fræðslunefnd fagnaði áætlun sveitarfélagsins í þessum efnum og taldi með auknum húsakosti skapist spennandi tækifæri til skólaþróunar. Nú á bæjarstjórn eins og áður sagði hefur fylgt þessu eftir hér í dag með staðfestingu á ályktun skóla- og fræðslunefndar. Nú bæjarstjórn samþykkt á 33. fundi sínum 27. febrúar að kynna vinsæltillögu vegna breytingar á aðalskipulagi Stykkishólms og tilskipulagstillögu fyrir Kallhamra og Hamraenda í samræmi við skipulagslög. Nú skipulagshönnuður og skipulagsfulltrúi kynntu tillögunar á opnu húsi í Amtsbókasafninu í Stykkishólmi síðastliðinn þriðjudag. Vinnslutillögur nú til kynningar með athugasemdir fresti til og með 28. mars næstkomandi og verður eingöngu tekið við athugasemdir gegnum skipulagsgátt skipulagsstofnunar eins og nú venja. Nú til að vekja athygli á þessu þá Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga að óska eftir að ráða félagsráðgjafa eða einstakling með sambærilega menntun sem nýtist í starfi en ræða 100% stöðugildi
og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur til 2. apríls en nánari upplýsingar má kynna sér á vef sveitarfélagsins og gerir ráð fyrir á vef félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Sveitarfélagið auglýsti jafnframt í byrjun marsmánaðar laust til umsóknar 100% starf verkstjóra í Áldahúsi af þjónustumiðstöð sveitarfélagsins. Umsóknarfrestur liðinn en verið að fara yfir þær umsóknir sem bárust. Fulltrúar Stólpa komu til funda við bæjarráð 24. mars síðastliðinn og gerðu grein fyrir fyrirhugaðri uppbyggingu í Víkurhverfi eins og kom fram í fundargerð bæjarráðs. Fulltrúi skipulagsnefndar var einnig búið að setja fundinn þeim til upplýsinga og nokkrir fleiri aðilar. Stólpi sótti og fekk úthlutaða lóðina Bauluvík 1 og síðasta fundi bæjarráðs en þar áformar fyrirtækið að reisa 2 5 íbúða raðhús eða alls 10 íbúðir en samkvæmt deiliskipulag heimild fyrir alltaf 6 íbúðir á lóðinni. Því hefur fyrirtækið nú sent sveitarfélaginu tillögu breytingu á deiliskipulagi fyrir Víkurhverfi en breytingartillagan verður þá tekin fyrir á næsta skipulagsfundi og fer þá bara í eðlilegan farveg, skipulagsfarveg af hálfu sveitarfélagsins, sú breytingartillaga. En það mjög ljóst að það eru spennandi tíma framundan í uppbyggingu í Stykkishólmi og við fögnum auðvitað þeim áhuga og krafti sem endurspeglar sig öllum þeim uppbyggingaverkefnum og fyrirliggjandi áformum sem uppbyggingu hér í Stykkishólmi. Hvergi á landinu vilja menn sem þekkja best til telja sig fleiri smábátar sem landa en í Stykkishólmi eða það er að segja fleiri smábátar að höfðatölu í höfninni hér í Stykkishólmi. Sennilega kannski einhverjar hafnir sem að fleiri smábátar landa í. En í Stykkishólmi er iðandi líf og fjör og höfninni öll sumur eins og við þekkjum. Þessa dagana er nóg að vera á höfninni en hafnarvörður ásamt starfsmönnum Áldahús vinna að viðhaldsverkefnum til að gera klárt fyrir sumarið. Ég ætla að leyra þetta þessa innsláttarvillu hjá mér. Hér eftir fund. Nú á dögunum voru settur upp nýja tröppu við vesturinnganginn á Höfðaborg. Inngangurinn er vörumóttaka fyrir eldhúsið á Höfðaborg sem þjónustar íbúa sveitarfélagsins í mataráskrift og grunnskólan. Það er töluvert mörumagn sem á leið eldhúsið og þessi framkvæmd mikil bót fyrir starfsfólkið í eldhúsinu í raun nauðsynleg viðbót eins og staðan var orðin. Þá stendur einnig til að setja nýja og stærri hurð á húsið í stað þeirra gömlu. Það er í vinnslu. Á efsta pallinum og tröppunum er svo hlið sem hægt er að opna upp á gátt svo lyftari geti keyrt bretti alveg upp á dyrum eða inn fyrir dyr þegar búið er að endurnýja hurðina. Það er því ljóst að það er eins og ég farið inn yfir, þá er mörg hvort að líta þegar hortið til þeirra framkvæmdaverkefna sem sveitarfélag stendur í. Margar fara eðlilega fram hjá íbúum sveitarfélagsins en á þessu vettvangi hér er auðvitað einungis hægt að tipla á toppi ísjakans hvað varðar framkvæmdaverkefni sveitarfélagsins þótt ég reyna að vekja athygli á því helsta. Nú einnig vekja athygli á því að við erum að reyna að upplýsa eftir fremsta megni verkefni sveitarfélagsins og vefsíðu sveitarfélagsins og hvet ég alla til þess að kíkja þar inn annað slagið og kynna sér það sem þar kemur fram á vettvangi sveitarfélagsins. En að þessu sögðu þá líki hér yfir minnispunkta bæjarstjóra fyrir mars og febrúar mánuð þess árs. Takk fyrir þetta, Jakob, og orðið laust undir minnispunktu bæjarstjóra. Engin kveður þessi ljós. Þá er þetta jafnframt síðasti liður fundarins. Slít ég fundi hér með 18:13. Takk fyrir.